Komiði sæl og velkomin í áfangan siðfræði 103 sem áfangi sem fjallar hagnýta siðfræði. Mig langar að vera hérna með smá hugleiðingar efni áfangans og ég ætla líka að reyna að svara þessari spurningu: hvað siðfræði? Það hefur verið sagt að siðfræði sé fræðigrein sem fjallar siðferði eins og málfræði sé fræðigrein sem fjallar tungumál. Einhver sagði að það myndi efla málkennd okkar að leggja stund á málfræði. Þá má alveg með sömu rökum segja að það efli siðferðiskendina að leggja stund á siðfræði. En við erum siðferðisverur og okkur ber að hafa okkur siðferðislega. Þess vegna ekkert galið að leggja stund á fræðigreinina sem fjallar siðferðið. En mér langar að vita hérna í gríska heimspekingi Sókrates sem sagði að órannsakað líf væri einskis virði, en rannsóknir í siðfræði gefa þess vegna lífinu gildi. En siðfræðin fæst við spurningar eins og þessar: hvernig verð ég góð manneskja? Til eitthvað sem heitir rétt breytni? Siðferði afstætt? Getur verið réttlætanlegt að deyða aðra mannveru? Og í hverju hið góða líf fólgið? Svona spurningar og fleiri sem kannski herja á hug okkar á hverjum einasta degi eru spurningar sem að siðfræðin reynir að svara. Svo ég tala nú ekki spurningar vegan líferni. Hvað með dýrmerkurinnar? Að hafa dýrin einhver réttindi? Eða bara spurninguna, hvort það sé rétt að skella sér út á djammið á föstudagskvöld. Við þurfum alla daga að taka siðferðislegar ákvarðanir. En einhver sagði að siðfræði væri skipulögð umræða það sem okkur ber að hafa að leiðarljósi við ákvarðanir það hvernig við ætlum að haga okkur gagnvart öðru fólki, okkur sjálfum, dýrum og náttúrunni almennt. Grískir heimspekingar fyrir meira en 2000 árum bentu á að okkur bæri að lifa lífinu á þann hátt að við fengjum sem mest út úr því. Mér ber sem sagt að auka hamingju mína eins og mér frekast kostur. Þýðir það að ég get verið eiginhagsmunaseggur, fégráðugur og sjálfum ríkur og tekið ákvarðanir í lífi mér út frá mínum sérhagsmunum. Palli, sem var einn í heiminum, gat haga sér eins og hann vildi, en maðurinn félagsvera og Palli fór að sakna móður sinnar. Því lendum við stundum í togstreitu, hagsmunaárekstrum. Hversu mikið tillit á að taka til annars fólks þegar ákvarðanir eru teknar? Það nefnilega þannig að samskipti okkar við annað fólk, þau gilda ákveðnar reglur, skrifaðar og óskrifaðar. Ein spurning sem siðfræðingar velta fyrir sér til dæmis þessi spurning: hvenar og þá hvort réttlætanlegt sé að brjóta reglur. En þetta leiðir hugan að því hvernig við eigum að haga okkur og hvaða reglur gilda. Sumar starfstéttir hafa sett sér siðareglur. Það til dæmis eitt af hlutverkum siðfræðinga að hjálpa ýmsum starfstéttum og stofnunum að setja sér siðareglur. Hér hefur verið umræða siðareglur Alþingis og siðareglur ríkisstjórnarinnar sem dæmi má nefna, en þessar siðareglur eiga að stuðla betra siðferði og leiða í ljós hvernig almenn siðferðisgildi eiga við í einstökum starfsaðstæðum. Til dæmis eiga kennarar ekki bara að mennta nemendur, þeim eru lagðar ýmsar aðrar siðferðisskyldur á herðar og koma þær fram í siðareglunum okkar. Meðal annars þá eigum við að vinna gegn fordómum, einelti og öðru ranglæti sem nemendur verða fyrir. Við eigum að efla gagnrýna hugsun og hafa heiður stéttarinnar að leiðarljósi í störfum okkar. En það eru einnig aðrar reglur
Já, það má nefna boðorðin 10, en það hins vegar spurning hvort að þau gilda einnig fyrir guðleysingja. Eru bara kristnir menn og gyðingar sem að eiga að fylgja boðorðunum. Að minnstakosti eru sum þeirra sem guðleysingin gæti ekki samþykkt, sum af þessum boðorðum. Hvað þá hindúin? Til dæmis boðorðið ég er drottinn Guð þinn og þú skalt enga aðra guði hafa. Ég sé ekki fyrir mér hindúa sem að gæti fallist á þetta. En við eigum eftir að fara nánar í sauman á því hvort að trú eða trúabrögð geti verið forsenda góðs siðferðis. Það má kannski spyrja hvort að sé ekki þörf á að bæta við boðorðum. En nú langar mig til þess að staldra hérna aðeins við, og kíkja aðeins á stiklu úr bíómynd eftir Mel Brooks, þar sem hann var með svipaða spurningar. Þarna var sem sagt að Mel Brooks að leika sig með það ef að boðorðin hafi verið 15. En já, er ekki þörf á að bæta við boðorðum. Boðorðið þú skalt ekki reykja væri til dæmis alveg upplagt. Það er rangt að skaða heilsuna og hver einstaklingur ber ábyrgð á líkama sínum. Svo er spurningin hvort við getum gert það við líkama okkar sem að við endilega viljum eða hvort að við höfum aðra skyldur. Aðeins nánar út í það síðar í vetur. En þýski heimspekingurinn, verkfræðingurinn, barnakennarinn og arkitekturinn Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein, hann hélt því fram í síni frægustu bók að siðfræði væri strangt til tekið merkingarlaus. Hún sé einungis tilraun til þess að segja hið ósegjanlega. En Wittgenstein sagði líka að siðfræðin rannsaki markmið mannlífsins. Hvaða sem að gerir lífið þess virði að því sé lifað, hvorki meira eða minna. Wittgenstein, hann gerir greinarmun á því sem að við getum kallað hagkvæmnisboð annars vegar og skylduboð hins vegar. Til að útskýra þetta þá notar hann dæmisögu af tennisleik, en dæmisagan hún er svohljóðandi. Gerum ráð fyrir því að ég væri að leika tennis og einhver ykkar kemur til mín og segði skelfing að sjá hvað þú leikur illa Wittgenstein. Og segjum að ég svaraði ég veit það vel, ég er ómögulegur tennisleikari, en ég ker mig bara ekkert að leika betur. Ég hef nú samt alveg gaman að ég að leika tennis og það nægir mér alveg. Manneskjan sem að gera þessa athugasemd við það hvernig ég var í tennis gæti þá engu svarað nema nú, svoleiðis, það er allt í lagi, þetta er bara þitt mál. En segjum sem svo að ég hefi logið svívirðilega að einhverjum af ykkur og viðkomandi kemur til mín og segði þú komst andstyggilega fram og ef ég svaraði nú þessari persónu þannig og segði já, ég veit vel að ég kom ekkert vel fram, ég laug, en það vil bara svo til að ég hef bara engan áhuga á því að haga mig betur. Gæti viðkomandi þá sagt nú já, það er bara allt í lagi. Auðvitað ekki. Þessi einstaklingur er að segja skam. Það er skylda þín að breyta betur. Við nefnilega lifum í mannlegu samfélagi og þurfum alltaf að taka tillit til þess. En ef að Wittgenstein væri svo sem að leika ólympíuleikunum þá hann sennilega rekinn heim fyrir að leika illa og fyrir að vilja ekki vinna leikinn. Það eru til dæmi þess. En
Wittgenstein var ekki að leika ólympíuleikum og leit þannig á málin að þetta veri hans einkamál hvernig hann spilaði. Svona dóma köllum við hagkvæmnisbóð. Hann nennti bara ekki að gera betur. Okkur ber hins vegar að koma vel fram við annað fólk. Slíkir dómar eru skilyrðislausir. Við segjum því að þeir séu skylduboð, en við förum nánar út í það þegar það kemur að siðferði Immanuels Kant. Siðfræði Immanuels Kant fjallar þetta og lykilatriði þar einmitt skilyrðislausa skylduboðið. Í bókinni Stefnur og straumar í siðfræði, sem lögð til grundvallar í þessum áfanga, þá setur James Rachels fram hugmynd eitthvað sem hann kallar lágmarks siðferði, en það að haga sér í samræmi við almenna skynsemi, bera virðingu fyrir náunganum og rétti hans sem mannveru. Rachels gerir líka kröfu óhlutdrægni, þannig að við komum eins fram við meðbræður okkar án tillits til kynferðis, litarháttar eða skoðana. En ræðum betur þetta þegar við tökum fyrir mannréttindi. En mannréttindi eru algild og eiga við alla. Svo segir Rachels að við eigum að geta fært góð og gild rök fyrir þeim ákvörðunum sem við tökum í lífi okkar. Það kannski ekki alveg þannig að við þurfum að skrifa alveg heila siðferðislega álitsgerð í hvert skipti sem við gerum eitthvað, en við eigum að vera færum að rökstyðja málið, og það væri því ákjósanlegt ef við myndum ekki gera neitt í okkar daglega lífi sem við getum ekki rökstutt og tekið þá tillit til hagsmuna allra sem máli varðar. En svo langar við bara svona rétt í lokin að minna á Facebook síðun okkar, og þar verða umræður allt á milli himins og jarðar, þannig að allir nemendur áfangans eiga að vera í þessum lokaða hóp, og í þessum hópi eru engir aðrir en þeir sem eru í siðfræði 103 í Verkmenntaskóla Austurlands. Í þessum áfanga, þessa önn og þessi hópur á Facebook gjörsamlega lokaður. Þannig að ég búin að bjóða held í öllum, ef einhver sem ég hef gleymt, vinsalast bara hafið samband við mig, þið geti gert það í tölvupósti eða í gegnum kennsluvefinn eða hvernig sem og það verður tekið til þetta, þótt þið einhver verður bætt við. En allavegna, og svo langar mig að minna hérna á skilaverkefni sem sunnudaginn 4. september, og þá á að skila fyrsta verkefninu. Allt í fína. Takk fyrir og lifið heil.